Já, heyrðu, velkomin að Rauðaborðinu helgi, við kallum þetta helgispjall og þá spjalla ég við einn mann í einu og nú er hingað kominn Þorvaldur Friðriksson. Blessaður. Sæll. Blessaður. Sæll. Þú ert fornleifafræðingur og fyrrverandi fréttamaður og allt mögulegt, en ég ætla að tala við þig núna sem svona kelta, áhuga mann og fræðimann ráðgátunum að okkur Íslendingar eru svona sérstakir og undarlegir og ráðgátan er svo lausnin er svo að við erum stóru leyti keltar með keltneska menningu þótt að við tölum norræna tungu eða hvað. Já, það hefur löngum verið áhugamál Íslendinga að rekja uppruna sinn og strax á miðöldum þá skrifuðu menn bækur þetta eins og Landnám og Íslendingabók og síðan gerist það í nútímanum að tækninni fleigi fram og íslensk erðagreining greinir erðaefni núlifandi íslenskra kvenna og finnur það út að yfir 63% landnámskvenna voru keltar og það er gríðarlega hátt hlutfall. En karlarnir? Já, svona 20% en einhvað síður hittir mikið og það lítur að hafa skilið þetta miklu meiri í okkar menningu heldur en að menn hafa viljað vera að láta og fram á okkar daga þá hafa menn leitast við að telja sig vera afkomendur norskra skerkonunga og fundist það mjög flott og það var notað í sjálfstæðisbaráttunni og hvaðina og jafnvel bækurnar þessar miðaldabækur eins og Landnáma það stendur beinlínis í formála landnámu það stendur nú hefur að segja hvernig Ísland byggðist úr Noregi þetta fjallar norskt landnám og í lok landnámi stendur þessi bók er skrifuð til þess að við getum svarað erlendumönnum sem haldaði fram að við séum að þrælakyni lesist Írar þannig að hlutur þessa keltneska í okkar menningu hefur aldrei verið nægjanlega rannsakaður og ekki metinn og það er allt sem bendir til þess að okkar merkilegustu einkenni eins og bókmenntir á miðöldum að það megi rekja til þessar keltnesku hlutdeildar í okkar menningu. Þú varst byrjar að skoða þetta áður en að íslenska erfðagreining fann þetta út? Já, ég sem sagt í fornleifafræði þá tók ég sér loka verkefni að skrifa keltneska húsagerð sem er hér og það er að segja borglaðinhús, fjárborgir og fiskbyrgi og sæluhús. Þetta er Corbett Houses á ensku og er alþekkt á eyjunum, Skotlandi, Írlandi og Suðureyjum. Hvernig myndi ég þekkja það ef ég kerði fram með svona á Íslandi? Já, þetta er eins og igló, þetta er hlaðið upp í topp og þessi hús eru nánast ekki til í Skandinavíu og ég skrifaði þetta og síðan eftir ég flutti heim eftir 7 ára dvöl í Svíþjóð og þá tók ég náttúrulega eftir því eins og allir Íslendingar sem hafa búið mjög lengi í Skandinavíu og tala eitt skandinavískt mál, dönsku, sænsku, norsku, tala það vel, þá heyrir maður öll þessi orð sem við tölum sem hafa aldrei verið til í hinum málunum og þetta eru grundvallar orði í íslensku eins og strákur og stelpa, þetta eru æska og elli, þetta er brjálaður, þetta eru lifin, þetta eru húsdýrin nánast öll, hrútur, gemlingur, ær, ekkert að þessu til í sænsku, dönsku, norsku en eru í gilísku og þetta eru fiskarnir, þetta eru fuglarnir þannig að ég fór að skoða þetta eftir ég kom hérna heim og einnig örnefnin vegna þess að íslensku fjöllin eru með nöfnir sem eru mjög torskýranleg út frá norrænu og þetta eru flóarnir og þetta eru víkurnar, það er Bólungavík, það er Faxaflói það er Kalla, það er Esja, Hekla, það er Ok. Þetta er allt svona frekar torskýranleg orð, nefn og síðan hafa menn eru með skýringar á þessu, norrænar, en það eru oft mjög svona... Það er ekki Esjan tröllskessa? Jú, menn tengja það við Esjus sem að segja frá í Kjalnesingasögu, svona stór kona, en Esus er stormaguð kelta og hver gertu með meiri storma bara á Íslandi í dag en í kringum Esju á Kjalarnesi
og á Hjaltlandi þar heitir Esjunes og Hjaltland mjög stormasamt land en þar farið með túrista út á Esjunes af því þar stormurinn mestur og þar hefur hann feikt gríðar björgum neðan á fjöru og langt upp á land og þetta túristum sýnt og heitir Esjunes en svo það Katla til dæmis, það mjög gott dæmi þetta það eru svona skýringar eins og með Esju, þetta eru svona tröllskessu skýringar að Katla á að hafa verið vinnukona á Þykkabæðarklaustri og hún myrti vinnumanninn Barða, drepti honum í Sýrukeri og síðan þegar menn sóttu sér slátur í kerið heilan vetur þá sagði Katla alltaf þegar menn komi inn með slátrið ekki brólar og Barða og þannig gekk það fram á vor og þá dúkkaði hausinn að Barða upp í Sýrukerinu og uppkomst morðið og þá flýði Katla og stakk sér ofan í eldfjallið þetta frá hann. Þess vegna heitir Katla. En Katla er gelíska og þýðir sú eyðir. Enda hefur hún eitt þeirri byggð sem frá Álftaveri að Hjörleifshöfða. Það alveg bæjarröð í sandinum, gríðaleg stórbýli, alveg með drenum og mjög og kirkju fyrir framann hvert einasta býli. Og við getum tekið náttúrulega Heklu líka. Skýringin á Heklu samkvæmt þessu norrænu það að þegar fjallið með snjó eða með skafla í hlíðunum þá sé það eins og kápa og Hekla kápa á norræna en þetta hættulegasta eldfjall Íslands og Íslandsbyggð var alltaf í hættu þegar Hekla gís og gaus og eitthi meðal hans Þjórsádal 1104 og jafnvel sveitir á Norðurlandi gátu rústast vegna öskufalls frá Heklu og þetta að þessi þýði kápa þetta hættulega fjall, ægilega fjall það mjög svona klén skýring finnst mér en gelíska skýringin að Hekla þýðir hinn fræðilega og sem ég geta menn bara valið. Það hljómar augljóst. Já. En það þannig að þessi saga bæld þarna snemma á Já, í landnámu. Það greinlegt að landnáma og svo viljum við ekki heyra hana. Þetta svo augljóst að þú fer til Svíþjóð í 7 ár og þetta bara klingir í eyrunum að vera næstu því. Já, og þá... Af hverju erum við svona trega að vilja horfast í augu við þetta? Það bara komin svo löng hefð og löng túlkunarsaga að þeir sem eiga hana líta þetta bara sem röskun. Já. Það þannig? Já, þetta löng saga, af þöggun getum við sagt, og það eru örfáir fræðimenn sem að hafa lítið þessa átt. Þetta náttúrulega gelíska og hún ekki auðvelt tungumál og það fáir sem hafa lagt sig eftir henni en það kemur á óvart hvað þetta gríðarlega mikið þegar þetta skoðað eins og ég hef verið að skoða þetta miklu meira en það sem menn hefðu áður talið og áður viðurkennt og skýrir miklu meira í okkar menningu heldur en menn hefðu geta grunnað en þetta líka í sjálfstæðisbaráttunni þá finnst mönnum flottara að vera af norsku konungakynni þó að þessi skerkonungar og einhverjir víkingar, dráparar og nauðgarar, þjófar og... Þú gerir lítið úr norrænum mönnum í þessari frásögn? Nei, alls ekki. Ég bara... Þessi víkingaromantík ótrúlega leiðileg, Að því að ef við lítur á hvað þeir gerðu, tóku þúsundir þræla saklaust fólk á Írlandi og drápu og myrtu og nauðguðu og rændu. Rændu öll klaustur og saklausa munka sem voru að biðjast fyrir og annars slíkt. Mér finnst það ekki merkilegt. En ég ætla að segja að þú ert líklega að banka þá aðeins niður þarna norrænu víkingana vegna þess að þú telur að keltnesmenning sé svona stórmerkilega og sem við kannski höfum ekki séð. Mér finnst að við höfum að líta í þessa keltnesku átt vegna þess að þar eru skýringar margar á okkar menningu. Það þjóðsögurnar, það er atriði eins og Grýla til dæmis og það eru bókmyndunar og sú skýring er mjög merkileg hvers vegna
hægt að telja að Íslendingar sem verður stórveldi á miðöldum í bókmenntum, jafnvel þó við værum sko dvergþjóð út í Atlantshafi, að skýringin liggur í þessum keltnesku áhrifum og Þetta er keltnesk menning á norrænni tungu, bókmyndunum okkar. Mætti segja það? Já, þetta er náttúrulega norræn tunga en hún er mjög gelísku skotin og miklu gelískari en sagnamennskan er keltneskjarfur eða hvað? Sko, málið er það að ég hef aldrei heyrt almennilega skýring á því hvers vegna Íslendingar er slíkt stórveldi að hér voru skrifaðar sögur allra nágrannalandana okkar og ekki þar og hér eru eddukvæðin varðveitt og þau eru hvergi til annar staðana hér og að kannski mjög stór hluti af öllum hirðskáldum Noregs konunga voru Íslendingar og hér voru skólar fyrir skáld en ef við lítum sem sagt til þessa gelíska svæðis það sem að göfugustu landnámsmennirnir koma það er Auður Djúpbók og hennar systkini að þau koma frá Suðureyjum og í miðju Suðureyja er eyjan Iona og klaustrið þar í Iona var miðstöð bókmennta og mennta í Vestur-Evrópu 100 ára og þaðan sendu konungar í Frakklandi og Þýskalandi prinsa til náms og þegar barbarar eyddu öllum bókasafnum í Rómaríki þá varðveittir stoltið að grískri speki og rómverskum kveðskap á Iona og meðal hans Óvid sem er höfuðskáld Rómverja og þarna var miðstöð keltneskrar kristni sem er mjög fallegu kristendómur og þar sem menn sáu sko Guð í sköpunarverkinu og ortu það ljóð og í himninum, í hafinu og allt slíkt og Einar Ólafur Sveinsson hefur snúið nokkrum náttúrljóðum keltneskum yfir á íslensku og þessi keltneska kristni hún var ríkjandi hér sko á stórum hluta Íslands á Vesturlandi fyrir árið 1000 og hún er mjög merkileg vegna þess að þeir sáu Guðisköpunarverkinu og ortum það og síðan sögður að það veri Guði jafn þóknanlegt að skrifa bók eins og að bíða bæn og Auður Djúpbóka, hún er eina drottningin sem kemur hingað. Sonur hennar var konungur yfir stórum hluta Skotlands og hún er formóðir, hún giftir dætur hans Þorsteins Rauðs, sonar síns, aðra til Færeyja og þaðan eru göturskeggjar komnir, aðalætt Færeyinga og aðra til Orkneyja og þaðan eru Orkneyingajarlar komnir. Og síðan koma þessi sískinni og dreifa sér allt Ísland. Helgi Magri í Eyjafirði, hann er giftur Þórunni Hyrnu, systur Auður Djúpbóku og þetta er eins og konungsætt og ef menn eins og ég telja að þessi örnefni sem ég hef tekið saman er meira meina keltnesk, gelísk að þá hlýtur að hafa verið töluð hérna sko gelíska og skosskir fræðimenn fleiri en einn og fleiri en tveir telja og segja alveg beint út að annarar kynslóðar normenn sem bjuggu á Suðureyjum eins og Auður Djúpbóka og þau, börn Ketils Flatnes, að þau hafi talað gelísku. Þau voru kallað Gal-Godel. Gal þýðir útlendingur og Godel er nafn Íra á sjálfum sér. Útlendir Írar, sem sagt, Auður Djúpbóka og það lið, töluðu gelísku. Og þau koma hérna og á þeirra svæði, sko Breiðafirði, þar þau með bara flestar Íslendingasögurnar bara gríðalegu öflugar Eyrbyggju og Laxdælu og grænlendingasögurnar og alla götur síðan eru þar bókmenntir í heiðri hafðar og alveg fram okkar daga ertu með stórskáldun hann á Breiðafirði Steinn Steinar og fleiri en hérna sem sagt að ég tel að það hefur verið tölu gelíska hér og það er fleira sem stýður það. En líka það að sko menningin okkar sé gelísk að einhverju leyti. Við erum ekki alveg norræn menning, við erum gelísk. Nei, já, við erum náttúrulega blandþjóð og það vita menn alveg. En menn vildu svona gera þennan hlut þessa keltneska svolítið minni heldur en rétt er og það besta í okkar menningu eins og kannski bókmenntunar og þessi
á Írlandi þá stóð barðinn skáldið næst konungi að virðingu og það raun og veru hér líka á Íslandi. Það hefur verið þannig, þú kemst ekki til betri aðri metorða á Íslandi en að vera skáld. Þó þú eigir 100 jarðir og græðir alla peninga heimsins. Forsætisráðherra var að gefa út sakamálasögu daginn. Já, það gott hjá hann. Ég bara óskunnilega hafa mikið. Við eigum Davíð Oddsson og Hannes Hafstein og við eigum og skáldin eru virt og þú getur verið stjórnmálamaður og voru það allavega. Þau eru virt en þá vegna þess að og Íslendingar eru með ættfræði dellu, getur maður sagt, að allir á Íslandi þekkja meira og minna ætt sína og allar ættir á Íslandi eru tiltölulega jafn góðar nema ef þú hefur skáld innan ættarinnar þá ertu bara virkilega góðum málum. Ef þú ert með Jónas Hallgrímsson eða bara það getur verið skáld sem að hefur dáður hungri í beitarhúsi í Víðimýrarseli eins og Bóluhjálmar. Hann er merkilegri sem ættfaðir heldur en einhver feitur prestur sem átti 100 jarðir. Förum til landnáms. Þú vísar á hann í landnámu, það sem er verið að forða því að það sé álitið við þrælakinn og þú vísar í íslenska erfðagreiningu þar sem að konurnar voru miklu frekar, það voru norræni menn sem að sóttu sér kelteskar konur og aður komu hingað. En síðan talar konungsættir Auðar Djúpugu. Keltarnir sem að hinga koma, það er langmestu leyti þrælar. Já, en þú hefur þræla eins og Melkorku og fleiri sem eru Melkorka Mýrkjartansdóttir, hún er dóttir írsks konungs. Já. Þannig að ég er ekki að gera lítið fólkinu með þessu þrælar, heldur bara að þegar þau koma hingað, að þá er þetta undisett fólk, jaðarfólk. Já, og þeir keltar sem hafa komið og verið landnámsmenn, þeir lenda strax í átökum eða einhvers konar steympingum við norska landnámsmenn sem koma, virðist vera einhvað síðar, menn eru reknir af löndum sínum, Vilbrandur nokkur í Skaftaðarsýslu, hann er rekinn af löndum sínum og síðan menn keyptir burtu. Það eru tveir írskir bræður, annar á Sörbæ í Hvalfirði og Sörbær þýðir hvað? Sörbær er írska en menn hafa Sörbæðarnir á Íslandi eru margir. Þeir eru margir og mjög margir er stórbýli. Sörbær í Eyjafirði, Sörbær í Rauðarsandi og Sörbær á Kjalarnesi til dæmis er eitt mesta höfubýli Íslands og þar bjó Gissur Þorvaldsson þegar hann fór að láta drepa Snorra Sturluson, fyrrverandi tengdapabba sinn. Og þá byrjum við, hvað þýðir Sörbær? Og þá segja menn, já, það þýðir skítur eða mýri. Skítur og mýri er á hverju einasta koti Íslands. Og hversin í ósköpunum ætti menn að skýra stórbýlin eftir því. En þetta er náttúrulega írska eða geliska og þýðir miklibær. Og beint fyrir ofan Sörbær á Kjalarnesi er Bleikdalur, það er stærsti dalurinn sem gengur inn í Esju að norðan. Og maður spyr, hvað þýðir þetta Bleikdalur eða Blikdalur? Þá segir menn, já, það er skafli í Bleikdal og blikar á þegar sólin skín. En Bleikdalur er upprekstraland, er beitiland stórbýlisins Sörbæjar og Brautarháls og það var haft á stöðli frá báðum þessum stórbýlum alveg fram á okkar daga og Matthías Jokkonsson náði 3. eiginkonu sína þar á dalnum sem var svona mjólkurstúlka þar. Og bleik þýðir að mjólka á írsku eða gilisku. Og þegar ég segi gilisku þá er það málið sem talað var í Írlandi, Skotlandi og Suðureyjum og víðar og á landnámsöld og þetta eru svo kallar keltnesk mál og bara taka fram að geliska er þetta eitt af þessum keltnesku málum En ég truflaði með Sörbæri, þú varst að tala að þeirra menn voru keyptir af bæjusum. Já og Þeir bræður eru keyptir af jörðum góðbílum þarna og eru að koma normenn og kaupa þú upp og
og þeir fara niður í Hraungerðishrep sem svona frekar rýrt land virðist manni. Og sama með Ingólfur Arnarson, það mjög sérkennilegt að Ingólfur Arnarson, Norðmaðurinn, þarf að reka burtu Gufu Ketilsson, landnámsmann á Seltjarnarnesi, og Gufu Ketilsson annar kynslóðar Íri. Hann sonur Ketils Bresasonar, landnámsmanns á Akranesi sem Íri. Og Ingólfur þarf að reka þennan landnámsmann. Fyrsti maður sem kemur hingað þarf að reka annarra kynslóðar ískan innflytjenda. Já, það bendir til þess að Gufa hafi nú verið þarna áður en Ingólfur kom. Og síðan rekur hann líka burtu, eða kaupir hann burtu frá Gufuskálum á Reykjanesi, það sem er mikið útræðis, mjög gott fiskveiðiplás. Og þannig eru margar sögur að Norðmennirnir kaupa upp þessa, eða reka burtu þessa keltnesku landnámsmenn sem eru hér, og þeir eru annarkvæmt kristnir eða flestir keltnesk kristnir, og sérstaklega á sérilagi í Borgarfirði þar eru mikið átök, þar eru 2 útlagahópar, það eru hellismenn í Surtshelli, og þar eru sem eru þá Íranir sem var flúðu. Það ekki alveg ljóst, en það eru átök milli þessar hópa, og annar svona útlagahópur er í Geirshólma í Hvalfirði. Og síðan í kringum Surtshelli þá eru átök og bardagar, og þar eru drepnir menn, sonar sínir keltneskra landnámsmanna eru drepnir, og þar eru minnst okkur 3 brennur, sem sagt bæjarbrennur, að góðbændur eru brendir inn á heimilu sínum, og hugsanlega fyrirmynd að Njálu. Og síðan náttúrulega landnám Grænlands mjög merkilegt, að því að allir þessi landnámsmenn á Grænlandi, þeir koma frá þessu keltnesku svæðum á Íslandi, þeir koma frá Breiðafirði og Borgarfirði, og þegar Danir fóru að rannsaka þessa svoköldu norrænumenn sem eru bara Íslendingar, það voru bara Íslendingar sem fluttu til Grænlands. Þegar Danir fara að rannsaka Íslendingarna 1930 í gröfunum, þá finna þeir klæðið eru heil og allt þetta en síðan finna þeir 50-60 keltneska krossa í gröfunum, og þá setja þeir fram einhverja kenningu að það hafi verið sérstök tengsl milli þessar keltnesku svæða á Bretlandseyjum og Grænlands, vegna þess að þekkt ekki þessi keltnesk kristnu áhrif sem eru hér á Vesturlandi. Og á Grænlandi hefur aldrei fundist eitt einasta heiðikuml, og sem dæmi og þannig þeir hafa alltaf verið kristnir og keltnesk kristnir greinilega, og Danir hafa nú nýlega, þeir tímdi ekki að leyfa íslenskri erfðagreiningu að gera svona DNA rannsókn á þessum leifum Íslendingana, heldur vildu gera það sjálfur, og nú hafa þeir byrjað að birta niðurstöður, og nýlega þá birtist í dönskum blöðunum stór fyrirsagnir, engir víkingar á Grænlandi, bara keltar. Þannig að það voru Írar sem að fundu Ameríku. Við getum tekið Landslagsmetó sem er bærinn á Nýfundalandi sem grafið var upp. Eini merkilegi gripurinn sem þar fannst, eða eini svona almennilegi, er keltneskur hringbrjót. Þannig að það er þessi, þetta er menn sem upphæðlega koma hérna frá vestur hluta Íslands, og ef þú lítur á útbreiðslu heiðina kumla á Íslandi, þá eru þau á mið-Norðurlandi, mið-Suðurlandi og Fljótsdalshéraði. Það eru aðalsvæðin. Á öllu Vesturlandi, bara frá nyrsta punkti og að þeim síðsta, þá eru bara rétt rúmlega tugur kumla, og mörg þeirra mjög léleg. Þannig, og þetta eru aðal bókmenntarsvæðin og menningarsvæði Íslands, Breiðafjörður og annað. Og hvar liggja hennir döðu? Þeir liggja í bara kristnum grafreitum. En það að við vitum svona lítið þessa keltnesku kristni hér er að kaþólska kirkjan hataðist við þessa grein kristinnar. Og þeir telja það og þeir telja það nánast heiðindóm, og þeir páfinn sendu einu svona alveg flokk af einhverjum prestum til Bretlands til þess að endur kristna, keltnesk kristna menn. Og það eru staðreyndir sem til eru á upplýsingar það á bók, og síðan hérna vantilega hefur verið mikil andúð þarna á milli,
við getum bara tekið dæmi af andúð sko lúterstrúamanna gagnvart kaþólskum. Alveg fram á okkar daga þá var talað hér kaþólska villurtrú á Íslandi. Kaþólskar pápískar bækur annars líkt og sumum greinum kaþólika var bannað að koma hingað. Eins og munkareglan sem að nonni var í. Og svo hefur náttúrulega stríðin milli kaþólskra og lúterska, 30 ára stríði, blóðugasta stríð. Fjöldamörg og... Já. Og þannig við getum ímyndað okkur bara hvernig afstaða kaþólsku kirkjunar var gagnvart þessari keltansku kirkju, því að keltanska kirkjan á sínu tíma, hún sótti frá inn í Æjóna sem var miðstöð og inn í Þýskaland og Frakkland og niður eftir sko Ítalíu, niður Pódalinn. Þeir voru búin að stofna 60 keltnesk klaustur þar, keltnesk klaustur. Á hvaða tímabil eru við þá? 500-600 eða? Já, þetta er fyrir landnám Íslands, skráðun landnám? Já, og St. Gallen til dæmis í Sviss heitir eftir sko írskum trúboða og dýlingi og það er ennþá til írsk rit. Og í sambandi við sko andúð manna á kaþólsku, þá get ég nefnt að afi minn hét Sigurbjörn Vísi, var góður kall og mjög trúaður og synti svona veiku fólki og öðru og hann sagði mér það þegar var hann 96 ára að í fyrsta skipti sem hann fór á Landakot að hitta sjúklinga þar þá hafa það orðið svo undrandi yfir því hvað nunnurnar voru góðar manneskjur. Sem sagt að lúterstrúamenn gerðu ráð fyrir því að kaþólika væru skrimsli. Og það hefur ekki verið betra sambandi milli kaþólsku kirkjunnar. En varðandi, nú er alltaf að koma fréttur það að þessu fornleifafundir og landnámi hafi verið fyrir 1870. Já. Skiptir það máli í þessari sögu að telur þú það að vera merki sem styður þessa frásögn þú út að segja að Ísland hafi fyrst byggst af keltnesku fólki? Já, það getur gert það sko en þú getur bara lesið það í landnáma segir það. Já. Hér voru menn keltnesk kristnir þegar norræna menn komu sko. Færeyingar þannig að muni sko 2 kynslóðum eins og út að segja. Skiptir það máli fyrir okkur að finna minjar um það? Já, það skiptir máli. En það er ekki aðalatriði, sko. Færeyingar eru svona keltnesk kristni, eða svona, þeir hafa verið þar líka vegna þess að eyjarnar og örnefnin eins og Mykines og margar eyjarnar eru með keltnesku nöfnum. Eins og Mykines, það er til dæmis bær líka hérna á Rangavallum sem heitir Mykines. Þú skýrir ekki góðbíli eftir skít. En þetta er Múkines og Múkines er eitt gamalt nafn á Írlandi og Færeyingar eru núna komnir sko, þeir eru komnir aðeins lengra við, þeir búin að lengja sína sögu til 200 þannig að ég býst við að hér munu takast að þoka þessu framar en það skiptir máli að við ræktum þann menningararf sem við sjáum og heyrum í tungunni og menningunni og það verður að vera lifandi meðal okkar, við getum ekki samið menningararf út úr örnefnum Nei, en sko tungan er lifandi, íslenskan er lifandi menningararf og ef þú lítur til gelísku þá getur þú skilið það sem þú ert að segja til dæmis þú getur skilið að fá sér eina kríu hvað þýðir það? Hvað þýðir að fá sér eina kríu? Nei, ég veit ekki. Það þýðir sko að fá sér smá blönd, lítinn. Kría þýðir lítill á gelísku. Og sjá ykkur glóru, hvað þýðir það? Sjá ekki glóru? Já, Nei, ég veit ekki. Jú, svaraði. Nei, ég veit ekki. Það þýðir sjá ekki ljós sklætu. Glóra þýðir ljós. Dóttir minn heitir Sóley og ég get skilið það ef ég skil gelísku. Já, þú gerir það. Því fagur, en málið er það að það er til hérna eins og Seljalandsneti undir Eyjafjöllum þar eru hellar gríðarlega merkilegu, Seljalands hellarnir vegna þess að þeir eru högnir inn í frístandandi móbershól þannig að þetta er eins og hús sem stendur rétt á bakvið hérna
bæjarhlæði á Seljalandi og í þessum hól hann er þakinn sko krossmörkum og þetta er stórkostlega merkileg bygging og það er svona stjett fyrir framan hann og svona aftur með honum og það er bullandi lind og lindirnar höfðu mjög tákrænt gildi í keltnesku kristindómi, heilagar lindir og voru táknuð sko voru svona tenging milli þessa heims og annars og brunnadýrkun var mjög algeng og hún lifði hér mjög lengi og lifði meira inn í kaþólskuna með Guðmundi góða, biskupi. Og eitt gott að dæmi þetta er að þegar Guðmundur góði er að sko vígja brunna út allt Ísland að hann fer að Keldum á Rangárvöllum þar sem Skálholtsbiskup sem sagt rómversk-kaþólskur rétt trúaður rómversk-kaþólskur biskup hann hafði mokað ofan í einhverja heilaga lind á Keldum vegna þess að þetta samrýmdist ekki í kenningu kaþólsku kirkjunnar á þeim tíma en Guðmundur fór þarna, hólabiskup og mókaði lindinu upp og síðan er hann tekinn á beinið af erkibiskupi í Niðarási og í hans sögu, Guðmundarsögu góða þar er langur kafli þar sem hann réttlætir gerðir sínar akkur hann gerir þetta og þá kemur hann með þessa skýringu trúarskýringu kelta á brunnum sem var mjög mikilvægt þar en þarna á Seljalandi það er hlutur sem að þú sérð ekki myndir af þessum hellum og þessum hól með hellan í en þetta er svona örgulega þetta er eitt elsta uppistandandi mannvirki á Íslandi en það var aldrei verið gert með það þú sér það ekki í kennslubókum þú sér ekki fjallað það af fræðimennum og núna í þessari bók sem að ég hef tekið saman þar er í fyrsta sinn birt mynd af málverki í Kverkarhelli sem er einn af hellum Seljalands og það er mjög merkilegt fyrir þá sök að aldrei áður hefur fundist hellamálverk á Íslandi og þetta málverk er vantarlega málað með okkurrauða og okkurrauði er myndaður með sko, þú tekur mýrarauða eða járnoxíð og feiti og kannski hvað annað meira og þá ertu komið með mjög góðan lit eins og við nota bara í steinaldarhellum og slíkt og það er búið að taka sýni til greiningar, DNA-greiningar úr þessum lit og væntanlega þegar niðurstaðan liggur fyrir, vonandi mjög fljótlega að þá gæti það gefið mikla vísbendingu. Aldur, hvernig er þetta gert? Aldur og Kverkarhelli sko rannsakaði kanadískur fornleifafræðingur Kristján Aronsson hann er núna prófessor í Wales fornleifafræði og mjög virtur maður og hann gerði rannsókn þarna og taldi sig geta séð að þessi Kverkarhellir hann var höggvinn út fyrir 871 sem sagt hann er eldri heldur en 871 sem sagt eldri heldur en Norrænt landnám og þetta ætti að sæta gríðarlegum tíðindum en að vísu hafa einhverjir gagnrýnt þessa aldursgreiningu en einhvað síður þá er þarna kanadískur fornleifafræðingur að vinna mjög merkilega hluti og það er líklega að svona nýjir þræðir komi kannski á þeim sem er ekki tengdir norrænni fræði á Íslandi. Ég vil nú ekki vera gagnrýna það góða fólk sem er í fornleifafræði, það vinnur gríðarlega vinnu við erfið aðstæður í algjöru peningalýsi vegna þess að ákveðin stjórnvöld svelta menninguna og ekki síst fornleifarannsóknir þannig að fornleifafræðingur ætlar að rannsaka einhvað þá sækir hann styrk og fær kannski einhvað smottir og getur unnið í viku og svo sækir hann næsta sumar og fær það ekki neitt og þetta er náttúrulega menn með fjölskyldur og annað slíkt þannig að þetta eru mjög erfið lífsskilyrði fyrir þessa fræðigrein. Varðandi það vera við landnám áfram það er keltnesk fólk kemur hingað og síðan koma norræni menn og það er átökur á milli og keltarnir verða einhver leyti undir síðan kemur kristnitaka og þá er aftur átök því að þá er það kaþólskan sem að vill bæla keltnesku kristni. Já, sko, kaþólskan er í raun og þá kannski búin að því og það getur verið... Það sé fyrir 1000 sem að átökin
sem að geti verið þá Já. einhver svona trúarbragða átök á Íslandi Já. er það fyrir árið 1000 Landnám Grænlands gæti verið sko afleiðing af átökum, slíkum átökum. að fólk sé að flýja. Já, og gæti verið sko eins og bara fyrstu evrópsku landnæmarnar í Bandaríkjunum í Ameríku eru svona sértrúarsöfnuðir sem flýja frá Evrópu. Þannig það gæti verið með þessa grænlensku landnæma en árið 1000 þá er það mjög merkilegt og ég held að sé einstakt í kristni eða að menn takið þessum með svona friðsænlegum hætti. Ólafur Digri sem Noregskonungur sem síðan var kallað Ólafur Helgi, hann þurfti að drepa menn og blinda konunga og hrærik blinda og hvaðina vann mikil hryðjuverk til þess að kristna Noregs. En hér gekk þetta mjög vel fyrir sig og Þorgeir ljósvetningagóði, hann var fenginn til þess að ákveða hvað menn ætti að gera og það sem hann gerir, hann leggst undir feld og fellur í einhvers konar trans eða fær vitrun það að allir skuli vera kristnir. Þetta sem hann gerir, þetta er algjörlega keltneskur siður. Æsti drúitinn gerði þetta þegar hann átti að ákveða hver yrði yfirkonungur Írlands. Það var slátrað hvítu nauti og æsti drúitinn tók nautshúðuna og lét holdrósan snúa út og þar féll hann í trans. Oft átti hann að heyra forsnið líka og það passa við Þingvöll og ákvað hvað þetta að gera. Og þetta heitir tarpfjers, þessi athöfn og þannig það er bara keltnesk athöfn á Þingvöllum. En þannig að ef þú ert líka með sko allt Vesturland kristið sko Breiðafjörð og Borgarfjörð að miklu leyti, þá getur það líka skýrt hvað þetta gekk vel fyrir sig. Menn voru ekki ókunnugir kristindómið þannig. En það er ekki bæling nema að sko keltneska fólkið sé einhver leyti undirsett. Hvernig virkaði það? Er þetta stofnið til þrælarnir sem að síðar urðu að vinnu fólki? Er þetta tvær þjóðir í landinu? Önnur yfir þjóð sem að lætur semja sig höfðingjasöguna til svona eigina og hins vegar ertu komið með fólk sem að mörguleyti annara menningar eða er þetta runnið saman bara 900? Nei, ég held ekki en sko normenn eru alltaf þrælahaldarar og þrælar gera uppnæst. Þú sér það Hjörleifur þessi merkis fóstbróður Ingólfs normennir sko hann var þrælahaldari og sótti þræla til Írlands sem gerðu uppreisn og drápan og Ingólfur fór svo og dráp þá. Og við ættum að hafa minnismerki í Hjörleifshöfða þá alþýðu uppreisn? Já, og í Vestmannaeyjum, þar sem þeir voru drepnir. Nei, svo í þess að þeir drápu Hjörleif. Já, og það eru fleiri dæmi uppreisn þræla sko og Geirmundur Heljarskinn, menn að hæla honum fyrir það að hann átti svo mörg bú en hann var sko gríðarlega stórtakur þrælahaldari. Og ekki virðist hann hafa verið öruggur sjálfa sig, heldur hann ferðaðist milli búa sinna með 80 manns, með herlið. Þannig að þetta er hersötu fólk. Já, en þú sér það á sko landnámu, getur sér það á bara umræðinu sko Íra og þræla að þeir hafa ekki verið sko hátt settir í augum sko normanna og menn reyna að berjast til landa, til dæmis Sæmundur í Sæmundarhlíð sko, það kom normaður hérna eftir að Sæmundur, hann var frá Suðureyjum og ætlaði sko að berjast við þennan gamla kall sko, að drepa hann til þess að eignast hans lönd og það var tíðkast sumstaðar. En síðan blandast þetta náttúrulega mjög fljótt sko, auðvitað, ef þú ert með stóran hluta af þjóðinni, konur írskar og keltneskar. Þannig og þetta víkingabrölt sko að ég get ekki séð að þessi norsku landnámsmenn hafi verið sérstaklega einhverju víkingar en þeir sérstaklega eru vanir því að þrælka þessa þjóð, Íra og hafa örugglega gert það líka hérna á Íslandi og sér til dæmis Melkorku Mýrkjartansdóttur að hún er ambátt en konusdóttir
og vinur minn héti Fadir Sján, hann var Íri og hann var prestur nunnanna í Stykkishólmi og hann kunni íslensku og hann kunni gilísku og hann hafði gríðarlega gaman að Njálu og kunni hann utanbókar og fann mikið af alls konar tilvittunum í Njálu sem voru bara beint úr írskum bókum og hann var að tala um Melkorku og sagði, Melkorka, já, það engin stúlka á Írlandi sem heitir Melkorka, það heita allar Korka, en Mel forskeyti og þýðir hinn hárlausa og Melkorka hefur örugglega verið krúnurökuð í niðurlægingarskyni eins og gert var við þræla viðar og þetta mjög merkilegt vegna þess að þetta forskeyti Mel og svo þá sagði hann sko við skulum taka hérna melgresi. Melgresi eina korntegundin sem vex vilt á Íslandi og melgresi eina korntegundin sem ekki með bifhár, sem sagt, hið hárlausa korn og þannig getum við hugsað sko mel, að melur hið graslausa land en sko meðferð á sko við höfum ekki sko miklar upplýsingar um þetta þjóðarbrot, þetta írska og keltneska, nema það svona smá sögur hér og þar átök út af kýrinni Brynju í Brynjudal, það var átök þar og átök út af landi, það mjög víða, Grímur sem nam Grímsnes var normaður og hann var drepinn út af landadeilu. Þannig hafi verið átök í einhver 100 ár á milli. Já, en síðan ertu náttúrulega með keltneska höfðingja sko, sem standa sig eins og Bressaseinur og Akranesi og standast ágang sko. Og þetta höfðingjætt sko Auður Djúpúka og Helgi Magri og með Helgi Magri menn segja sko já, Helgi Magri sko hann var horaður. Hann var sveltur þegar hann var lítill. Þess vegna var svona horaður Helgi Magri. En Magri þýðir sko mikli á írsku, gilísku, mavr. Og og Helgi Magri, hann nemur sko allan Eyjafjörð sem sko risastórt svæði, bara eins og stórt konungsríki á Írlandi eða Noregi. Og það sem hann býr þarna sem sagt á Kristnesi og beint fyrir ofan Kristnes fjallið Kelling sem hæsta fjall Eyjafjarðar og Kelling mjög merkilegt það mjög merkilegt og skýrir svona glæsilegt fjall svo óvirðilegu nafni, Kellingu og í Svarðardal ertu með aðra Kellingu sem skiptir dölum þar gríðarlega fallegur píramidi og við ertu með þessi Kellingaörnefni í landslæginu. En Kelling var sko vetrargyðja Kelta og Jón Aðalsteinsson læknir vinur minn, hann var uppalinn þarna á Kristnesi og hann sagði mér já, það tíðkaðist á Kristnesi að brenna síðasta rakið á haustin þegar heiskap var lokið. Já, sagði ég, já, og nokkrum öðrum bæjum þá steig upp svona reykjarsúlur hér og þar. Já, hvers vegna gerðu með þetta? Það sagði, já, menn vissu það ekki lengur, menn vissu það ekki en það var talið eitthvað gott. En málið að í Skotlandi og Írlandi þá brendu menn síðasta kornaxið á haustin til að blíðka kjarlingu, vetrargyðjuna. Og vetrargyðjan þarna beint fyrir ofan Kristnes og menn hafi verið að blíðka hana. Þarna hefur lifað sem sagt keltneskur þjóðsiður bara alveg fram á okkar daga. Og síðan annað að þessi kelling, hennar ríki byrjar 31. október, það á misserisskiptum, það áramótin keltnesku sem eru núna eftir nokkra daga og leifar að því Halloween í Bretlands og Bandaríkjunum. Af því þá opnaðist heimur lifandi manna og dauðra, menn gáttu farið inn í álfhóla og þá áttu Írar að fornu greiða skatt og þjóð sem hétt Formóri var einhver svona kúunar þjóð og þeir kúuðu sem sagt Írana til þess að borga helminginn af uppskerunni og korn og mjólk og börn. Þannig að á komudegi kerlingar
þá var börnum fórnað þarna að fornu og enginn hefur getað skýrt það út hvers vegna Íslendingar einir þjóða með 2 skrýmsli sem koma á jólunum og éta börn. Grýla þessi og jólakötturinn. Grýla át óþæg börn og jólakötturinn át blessuð börnin sem fengu enga jólagjöf. Fátækabörnin. Þetta alveg hræðilegt á jólum. Við vorum bara að þetta heima. Dóttir mín var að tala hvað hún óttaðist þetta mikið þegar hún var yngri. Já. Þetta alveg fráleitur síður að vera haldið samböndum. Já, ég trúi því. Og þetta raun og veru, þetta kelling, þetta keltneska vetrargyðjan sem blíðkuðu með þessum gjöfum og þetta lifandi þjóðtrú eins og þú segir og ég fór einu sinni með dóttur mína upp á Þjóðminjasafn þar sem Grýla mætti í gríðarlega flottu gerfi með stóran hóf og bara ógeðsleg og blessaði barnið, hún var ekki gömul en hún titraði af hræðslu og skömmu seinna þá fórum við í Hafnarfjörð og þar var svona jólamarkaður og þar var Grýla líka en hún var nú frekar svona léleg, var bara með einhverja skuplu og síðan var hún með svona svarta aðra framtönn sko. En litla stúlkan, dóttur mín, hún herti upp hugan og við stóðum og horfðum á og nálgaði Grýlu og ræddi við hana svona smá stund og við vorum mjög undrandi yfir hvað var hugrökk. Svo komum til okkar og sagði, hvað varst að tala við Grýlu? Já, ég var að segja henni að busta tennurnar. Sem sagt að lítil börn á Íslandi trúa þessu ennþá sko, þessu skrýmsli. Og þetta hluti af okkar menningu, þetta hluti af okkar svona þjóðháttum og þjóðháttunir sko náttúrulega í jólasveinum nöfnin á þeim eins og bjúgnakrækjur og gáttaþefur, gátt þýðir vindur á gelísku, bjúga gelíska og þýðir bólga. En síðan eitt mjög merkilegt í þessu sambandi, það sterkar íslenskar konur, allir telja nú að íslenskar konur eru mjög öflugar og hver og eitt kall á sína stjórnstöð. Og það var þegar ég var að vinna útvarpinu þá var ég spurður getur unnið helgina. Ég bara veit það ekki, ég þarf að spyrja stjórnstöð, eiginkonuna. Og þá sagði ég, átt þú stjórnstöð? Já, ég segi, átt þú ekki stjórnstöð? Jú, auðvitað er allir meira að minna góða stjórnstöð. En keltneskar konur voru nokkuð öflugar að fornu og í Írlandi, eins og Medeb, hún var drottning og hún skipti kalla eins og skítu á sokka. Og eins og kallar gera sko, eins og konungar gera, gátu gert það sem sýndist og hafði styrjaldir og síðan var Bútika, hún var drottning keltnesk og hún gerði uppreisn gegn Rómverjum og það var eina uppreisnin sem gerð var gegn þeim á Bretlandseyjum sem var hefnaðist næstu því sko. Þannig að þetta sko stór merkilegar konur sem keltneskar og síðan erðust kastalar á Írlandi erðust í kvenleik. Þannig ef að það eins og stundum sagt að jafnrétti hafi náðu lengra á Íslandi heldur en annar staðar, að þá það keltnesk áhrif. Það geti verið og málega það og lítur á sögunar að það eru eins og Njálu, það eru konurnar sem eru gerandur. Hallgerður Langbrók gerandi í Njálu og hún engin smá kempa. Hún heitir nú fyrst að sko Langbrók sko og brók getur þýtt straumur en getur líka þýtt ýmislegt annað og hún hún lætur drepa 3 eiginmenn sína og í raun og veru drepur hún Gunnar á Hlíðan þennan mikla gúmitassan íslenskra sagna með aðgerðarleysi með því að neita honum hárlokk sem sagt hún drepur 4 eiginmenn og kemst upp með það og lifir bara velýstingum í góðu lífi sem nunna hér í Laugarnesi í Ellinni og við tökum Guðrún Ósvíðsdóttir í Laxdælu. Hvað gerir hún? Jú, hún á 4 eiginmenn áður en hún lætur bolla drepa Kjartan manni sem elskaði.
þetta mjög keltneskt, sterkar konur, náttúrulega þurfi ekki endilega að vera morðingjar en eru töffarar, sko. Og það hefur alltaf, ég held að það sé, það að við eigum svona mikið að öflugum konum, merkilegum, sjálfstæðum, það sé svolítið keltneskt, Hérna, eitt í þessu, það er að horfa á þetta sem svona ráðgátu, að leysa ráðgátuna Íslandssöguna. En svo þetta líka sem að tengist sjálfsmynd þjóðar og sjálfsmynd okkar sem hluta þessari þjóð. Ég veit ekki hvað ég var búin að segja þér en hérna, eftir hrun þá var ég að ferða svona í kringum Ísland og fór ekki Noreg og til Skotlands og Írlands og fleira. Og ég hef svona trú á því að maður bara driftar, að þá maður með gæstsauga og við veist merkileg svona fyrstu upplifun sem maður fær þegar maður kemur á nýja staði því að svo þarf maður ekki að hanga til 20 ár til þess að fá einhvern annan skilning. Þannig að ég var með alla ángana úti við að svona reyna að skynja umhverfið og mér fannst það þegar ég kom til Skotlands og ekki síður til Írlands að svolítið eins og ég verið komin heim. Mér fannst ég skilja þessu margt, ég fannst ég skilja svona söguna og margt. Og ég velti fyrir mér á þessu tíma, er ekki alltaf þröngt fyrir okkur að vera bara með Íslandssöguna við þetta Ísland þarna? Er ekki bara, ef ekki að stækka svona það svæði og þær þjóðir og menningu sem við teljum okkur vera sprottin af? Jú. Þú styður þetta? Já, og málið það sko að fræðimenn, norræni fræðimenn, lengi vel, þeir reistu svona múr í kringum Norðurlönd og það talaðu sko norræna goðafræði. Þetta náttúrulega bara samevrósk goðafræði. Og ef þú skoðar Þór til dæmis að Þór sagður komið frá Tróju. Trója er í Tyrklandi. Og í Tyrklandi er kúrdaguðin Trór sem með hamar og bara Þór. Þannig að menn hafa ekki sett þetta í samhengi. En þetta alveg rétt hjá þér og okkar saga nær miklu lengra aftur og til dæmis menn eru mjög bundnir við víkingaöldina þegar Norðmenn gátu farið að sigla á skipum og smíðuðu flott víkingaskip en það var nú verkfræðilegt og teknilegt stórafrek. Já, ég er ekki að Allir að gera lítið úr öllu því sem Norðmenn Nei, ég er alls ekki að gera lítið úr Norðmennum. Og hérna, ef við lítur á bronsöldin er stórkostleg. Hvað varðar menningu og bara gripi og á bronsöld og keltneski bronsöld þá finnast flottustu gripirnir í Evrópu finnast í Danmörku. Gundustrúfs ketillin, það er sólvagnin, það eru lúðrar og það eru þessi hjálmar með horn sem allir er að rugla yfir á víkinga þeir eru bronsaldar þannig að sú saga er mjög merkileg og við þurfum að tengjast henni sem við gerum vantarlega en þetta með að Norðmenn og keltar við erum náttúrulega blandþjóð og eiginleikar vonandi forfeðrana bæði frá Noregi og frá Bretlandseyjum birtast vonandi einhvers staðar í Íslendingum en ég oft hugsaði þannig að við höfum verkkunnáttuna og verkgleðina frá Skandinávum. Svíjar og Norðmenn eru verkfræðingar og framkvæmdamenn. En okkar innra líf er keltneskt. Já, meðan að Írar sitja á barnum og fara með ljóð og syngja. Segja sögur og eru bara bestu skáld Bretlands eru Írar. Og hafa tekið kristnina og fært hana inn í svona trú á svona hálfgerða náttúrutrú. Já, og hérna skáldin og skáldskapurinn sem er hér, sem er ríkjandi hér og það besta í íslenskri menningu og við viljum halda mikið upp á, það gæti bent til þess keltneska. En svo aftur þessi gríðarlega framkvæmdagleði hér á Íslandi að menn byggja stórhýsi, byggja gríðarblokkir, eyðileggja miðbæ Reykjavíkur með einhverjum stórkostlegum, hörmulegum byggingum og byggja hér virkjanir endalaust án þess að þurfa þess. Það er mjög skandinávist. Það er svona verkfræði kunnátta,
og það er svona þessi óstjórnlega framkvæmda árátta. En ekki viltu við sækja mannin hann á barinn, tryggvelda til þess að stýra þessu? Nei, en ég vil draga úr því að sko menn framkvæmi án þess að það séu framfærir. Það þurfi ekki að vera framfæri þó þú reysir einhver gríðarleg steypu musteri einhver staðar. En ljóðið kannski hins strikkvelda skálds mun lifa ef það er gott, ef það er vel ort. En þetta með að við séum svona tilheyra þessu svæði, að hefðu gott að því að horfa til Skotlands og Írlands sem svona frendur okkar og það allt saman. Það nú margt, sömuleyti margt líkt með þessum þjóðum. Þetta eru tilheyra fátt fólk í stórum löndum, oft með miklar auðlindir. Þarna eru löng hefð fyrir svona almenningum og í staðin fyrir eignarétturinn er svolítið öðruvísi heldur en það sem við erum kannski að éta upp frá sko enskum íhaldsmönnum. Það er svona ýmislegt sem að manni finnst vera líkt og einhvern leyti að eitthvað sem að við mættum bara rækta betur og það er eitthvað eins og sé minnin á manni sem að örfast við að þvælast allur. Já, þetta eru framþjóðar okkar, sko, Írar, Skotar og þessar keltnesku þjóður, þetta eru framþjóðar okkar en þær hafa verið kúaðar gríðarlega af Bretum sem er einhver verstu nýlöndu kúarar sem þekkjast því að þeir bönnuðu tungumál þjóðana. Þeir bönnuðu... Stendur í þessari bók að andskotin sé einmitt komið að því. Já, þeir bönnuðu Írum að tala gelísku, þeir bönnuðu Skotum að tala gelísku, þeir bönnuðu Velsbúum að tala sína keltnesku. Þannig að þessar þjóðir áttu mjög bágt, mjög lengi, alveg bara fram á nútíma. Og þess vegna er nánast búið að útrýma tungumálun hjá þeim og sjálfstæðið er svolítið tengt tungumálunu og menningin er mjög tengt tungumálunu. Þannig að þeir hafa tapað stóran hluta af sinni menningu vegna yfirgangs Breta, það er að segja englendinga. Já, eitt af þessum merkilegu orðum sem við höfum, það er til dæmis kölski. Kölski er gelíska og þýðir dauði og svo höfum við andskotin og hver er andskotin? Já, það er andstæðingur Skota og hver er það? Það er englendingur. En þeir til dæmis þekkja ekki þessi gríðarlegu keltnesku áhrif hér. Írar, Skotar, þeir þekkja þau ekki því miður. Og Írar eru bara nýlega komnir úr einhverju mestu fátækt sem að nokkur þjóð hefur liðið í Evrópu. Að bara 1960 gastu séð fátæk börn á götunum í Dublin. Bara eins og í þriðja heimsríki. Og þetta er vegna kúunar englendinga á Írum. En einhverjir af norrænum mönnunum, okkur, sem að þessu deglu þessa tíma, verðu eftir á Írlandi. Ég las einhvern tímann fyrir svona 12 árum að þá varu írski fræðimenn einhvern veginn að reyna að sætta sig við það að það hefðu orðið einhver af þessum víkingum eftir og þeir væru kannski víkingar að einhver leyti, náttúrulega miklu minni blöndun heldur var hér. Þannig að þeir voru svona aðeins byrjaðir að horfa á þetta sem svona deglu og ég man ekki hvað það sneri því, þeir hefðu nú verið einhverjum þarna syðst og svo kannski í Dublin var víkingar nýlenda sko. Og svo í Cork og þar fyrir sunnan og svo hefði það fólk að einhver leyti flust til Norður-Írlands. Minni mig að þetta hefur verið sagt. Þetta eru blandþjóðir sko, norrænum en blönduðust keltum sko og það er mjög víða það sem vart með sko norræn örnefni innan hefur keltnesku. Þetta er svona blandmenning og spurning er sko hvort þessi blandmenning sem varð hér svona mikil, hvort hún geti hafa hafist þarna sko. Þannig að þeir sem komu hinga hafi verið Galgodeil, sem sagt útlendir Írar. Já, blöndunin eigis ekki stað hér, heldur mögulega Írlandi og eiginlega enn frekar í sko Orkneyjum og Hjálslandi. Og þeir vilja sko tilheyra sko Norðurlandum, sko Orkneyingar sko. Og það er vegna þess og jafnvel Orkneyingar og Hjálslendingar. Vegna þess að eftir að sko norrænu jarlarnir hurfu sko í Orkneyjum, þá tóku við skoskir jarlar og þeir voru miklu svíðingar gagnvart fólkinu. Þannig að menn sjá þennan tíma þegar að norrænu jarlar ríktu þarna og norrænu höfðingi að það hefði verið gullöld. Og síðan er Orkneyingasaga, það er svona, hún er mjög í háveðum höfð vegna þess að hún er skrifuð náttúrulega á Íslandi en þetta er bara eina sem
Skotar hafa þennan tíma, sko. Eina sagan sem fjallar við getum kallað víkingatíma eða hvað það en síðan sko með Írana, þeir sko halda að hér á Íslandi þetta sé einhver víkingaþjóð. Það eins og Gerlach, SS-maðurinn og læknirinn Gerlach sem var hér, hann var sendur hingað til sendiherra, ekki? Já, sendiherra nasista í stríðinu. Hann var sendur hingað til þess að sjá þessa hreinræktuðu aríuþjóð sem hérna átt að vera. Og hann var fyrir miklum ábríðum þegar hann sá bara Íslendinga eins og þeir eru, flestir dökkarður eða bláæður og svona einhver blanda keltum, mikil blanda. En Írarnir hafa alltaf verið sko gríðarlega kúaðir og englendingar sko 1845 var þessi mikla hungursneið í Írlandi þegar kartöflu uppskeran brást og 1 milljón manna dó. 1 milljón manna dó og 1 milljón fluttist til Ameríku. Og Viktoría drottning var þarna og svo kom hann þarna að monta sig eitthvað í landi eftir þetta. En þá spyr maður, var ekki til önnur fæða í þessu mikla heimsveldi en kartöflur? Af hverju fluttuðu þeir ekki hveitið þangað? Þannig að írskir fræðimenn í dag telja að þetta hafi verið þjóðarmorð. Og Bretar bara fyrirlitu Íra og bara fóru með þá eins og þræla, eins og voru. Já. Og þetta, það eimdi eftir þessu þegar Írar komum til Bandaríkjanna. Það voru sko, blökkumenn voru náttúrulega fyrirlitnir sem þrælar, en Írarnir voru bara ekki langt þar frá, sko. Þannig að... Ok, en hérna, þetta menningin, þetta sagan, þetta eitthvað með sjálfsmynd þjóðar, en hvað tengist það minni sjálfsmynd? Skiptir það máli fyrir mig hvort að þessi saga sem þú ert að segja? Já, það skiptir máli að þú leiðir eftir söguna. Ef það er hægt. Ég veit að ég lifi inn í sko höfðingjasögunni, þannig að stór hluti af minni sögu er ekki með í sögunni. Nei. Ég er bara ekki gerandi í henni. Þannig að það skiptir máli fyrir mig að skilja sögu alþjóðu fólks og þræla til þess að geta lifað í sögu sem henda mér. Já. En hvað máli skiptir það hvort að ég sé að keltnesku sé 40% keltneskur? Nei, sko, það skiptir því máli sko að geta skilið þína eigin menningu, til dæmis það sem hún kennir börnunum þínum og það sem við lærðum sem börn, eins og til þess svona ramsur, eins og krakkar segja, sko, eins og úlend, doff, kikki, lani, koff, koffi, lani, bikki, bani, úlend, doff. Notaðu þetta þegar þú varst lill? Já, ég ger það líka. Þetta er að velja líð bara? Já, akkurat. En veistu hvað þetta þýðir? Nei. Þetta er keltneska, gelíska. Og þetta þýðir hérna stéttirnar eins og bíum, bambaló og dullu. Veistu hvað bambaló þýðir? Nei. Það er keltneska. Bamba er svín og ló. Ég byrja að fatta allt sem ég skil ekki hvað að það er keltneska. Og ló getur þýtt sko ungi, þannig að þetta er gríslingur, það verður að vagga grísling í svefn. Og hérna, já, það er bara mjög margt fallegt í þessari sko gelísku keltnesku menningu sem við eigum að kannski virða og gaman að þekkja það svolítið. Þú vísaðir áðan til svona eins og svona framkvæmdagleði og að vera að byggja í óþurft. Já. Og það er hérna að ég var að vitna til Skotlands og Írlands að það maður skynir það mjög fljótlega með kemur að það er svona einhver svona kumpanaskapur sem að er þar. Já. Sem að er mjög einkennandi fyrir kelta og sumuleyti má finna í Bandaríkjunum þar sem að keltar hafa farið. Já. Það er svona hvað er það, fólk er ekki að eins og þeir til dæmis í bandarískri menningu svona vilja ekki klæða sig of mikið upp. Já. Og vera að taka öllum eins og þeir eru með svona kumpanaskap. Já. Ég upplifa þetta sé svona keltneskur arfur. En mættum við horfa á það, við getum hugsanlega sko rækta það með okkur, þess að við höfum kannski bælt þetta með svona dönskum þurrkunduhætti. Já, það er til dæmis eins og gleði að hérna Írar eru mjög glaðir, syngja og hittast á kránum og syngja mikið í gleði og kunna njóta félagskapar. Já, og þetta orðið er ekki farað Íslendingum. Nei, þetta er misjafnt eftir hérðum. Skagfirðingar eru mjög glaðir menn og syngja
kannski fara í útreiðatúr á góðum degi sko og syngja glatt og kannski fá sér neðan í því. Jafnvel þó að sé sól og sumir hefur þetta verið að heyja sko, en þeir heyja jafn mikið og aðrir, en þeir eru glaðir og skemmtilegir og það er mjög sterk keltnesk áhrif í Skagafirði og fullt af bæjarnöfnum sem eru bara óútskýranleg en eru skýranleg út frá keltnesku eins og kúskerpi. Kú þýðir hundur á gilísku og skerpi, þetta er bara hundspott og kúskerpi er mjög léleg jörð. Þú veist með bæi eins og Flatatunga. Flatatunga er ekki flatari en aðrar tungur en Flatatunga var höfðingjabýli og Flata þýðir höfðingi á gilísku og í Flatatungu fundust Flatatungufélagarnir sem eru mjög merkir forngripir íslenskir og og Flateyri. Flata þýðir svona aðal eða svona höfðingi. Flatey á Breiðafirði er ekki flatari en aðrar eyjar á Breiðafirði, hún er aðaleyja Breiðafirðar og Flateyri er að vísu flöt í Önundarfirði en þær eru tvær eyrarnar þarna, önnur er lítil þarna innra og Flateyri er hinn aðaleyrin á þar. Borðeyri til dæmis, hvað er þetta borð? Borð þýðir stór á gilísku og þannig getur en gleðin sko, það er gleði í söng sko, ég hef sagt að Vestmannaeyingar, þessi andi sem er í Vestmannaeyjum að þriðji hver maður kann að spila á gítar og spilar vel og getur sungið 30 lög, það er svolítið keltneskt. Og spilar jáfnvel og kunnið ekki? Það er mjög sjaldgjátt, það er mjög sjaldgjátt. Ég held að sé undantekningin þar sem sanna regla, en það er mjög keltneskt sko. Þannig að margt gott. Við mættum rækta þetta upp og stoltar af þessu. Já, þetta er engin rasismi sko, ég er ekki að móti Svíum, Dönum eða Norðmönnum, það eru bara stórkostlega þjóðir, en ef maður vill grafa í okkar svona hugsunarhátt til dæmis, hugsunarháttur kannski er svolítið öðruvísi hér suma hluti sko. Sérðu þetta á fólki, hvort að það sé keltneskari? Finnst þér þú vera kelti? Ég get ekki sagt það sko, en ég virði það í íslenskri menningu sem að hugsanlega er þaðan sko, eins og þessi bókmennta áhugi hér mikli og þetta að skáldin skuli vera ganga næst konungum að virðingum. Ég veist að stórkvæmlega mikið vegna þess að allir geta orðið skáld og það skiptir ekki máli hvort þú ert ríkur eða fátækur og mér finnst það mjög, mjög flott og líka þessi gríðarlegi ættfræði áhugi sem er hér og hann er mjög keltenskur vegna þess að Skotar sem voru alltaf að berjast við Englendinga því Englendingar voru að sækja á þeirra lönd að fyrir bardaga þá náttúrulega keyrðu Skotar serkjapípunar alveg á fullu og til að reyna að æra Breta og ræða þá en svo þulduðu líka ættartölur fyrir bardaga, það er mjög merkilegt þuldu ættartölur og á síðkvöldum af vetri þá sátu fyrir framan eldinn og þuldu ættartölur. Þannig að ég held að íslenskur ættfræði áhugi sé frekar þaðan komin heldur frá Skandinavíu. Ég þekki til í Svíþjóð og það var það fyrst og fremst sko svona aðalsættirnar sem eru að svona monta sig af sínum ættum sko. En ekki kotbóndinn. Nei, en skiptir ekki máli hvort þú ert ríkur eða svona öður, þú þekkir ættina og virðir hana og sérstaklega ef þú ert með bóluhjálmar í ættinni eða einhvern skáld. Hérna í bókinni þá ferðu yfir svona eins og þú ert búin að gera hér, nefnir alls konar, hérna bara bambaló og ánamaðkur og baula og belja og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Þú lærið sagnfræði og svo fornleifafræði. Þú ert ekki íslensku fræðingur. Ert ekki að kastast upp á annarra menna jussur í þessari bók? Jú, málega það sko, já, ég lærið sögu, bókmenntur og fornleifafræði, en þetta er áhuga mál mitt sko og það má segja, menn geta talið það og sem að vilja setja einhvern múr í kringum einhverja fræðigreinar, en ég lít á mig eins og mann sem hefur sko áhuga á fuglum, en er ekki fuglafræðingur. Og ég geri þetta semst áhuga og geri þetta til þess að skapa umræðu en ekki til þess að eigna mér einhvers konar
skika af landi íslenskufræðinga eða málfræðinga heldur bara, ég bara vona að þeir, sérstaklega þessi unga kynslóð sem er að mentast núna, að hún snúi sér að því að sko Þannig eru óplægðir agrar og ónumin lönd. alveg gríðarlega sko. Þetta er Þegar bara það heyri bara hlustar á þig, þú bara hleypur þetta og þetta er bara það er nóg pláss. Þetta er bara brota, lítið brota því sem þarna er að finna sko. Og menn geta fundið gríðarlega sko merkilega hluti sko og skýringar á mörgum hlutum sem að skýrast í orðunum. Því orðin hafa merkingu og þú getur, ef við tökum bara Njálu, að persónur Njálu eru margar með gelísku nöfnum. Eins og Kári þýðir vinur á gelísku. Hallgerður náttúrulega er gelískt. Hall þýðir sko fagur á gelísku. Og enda var hann mjög fögur og hann féll fyrir henni Gunnar á Hlíðarenda, sem er svona eitthvað svona súperkall. Gúmitassan súperhetja en gerir allt vitlaust sko. Er það sín keltana og norræna mannina? Þú bara lesta út á Njálu. En síðan er Skarpíðan til dæmis. Skarp. Hann er stökkvandi þarna yfir Markarfljót alveg vilji vekk. Og Skarp þýðir að stökkva á keltnesku. Og Lambi er keltneska og þýðir hugaður. Þannig að í nöfnunum og eins og Kjartan og Bolli. Kjartan er gelíska og þýðir reynitrí og reynitrí er heilagt tré hjá keltum. En Bolli, það getur verið sko þýtt sko kynfæri kallmanns og er svona og það liggur í þessu svolítið merking sko. Þannig maður skilur ekki þessar sögur nema að horfa til þessa. Nei, það getur, já, einmitt, það liggur þar svolítið merkingi því. Hérna, að þú talar stórveldi Ísland á miðöldum, bókmenntar stórveldi. Og þú rekur það til þess að þessi sambræðsla, þetta sé fyrst og fremst keltneskur arfleifð, þótt að þetta sé skrifað á norræna tungu. En það var reynt að útskýra þetta með öðrum hætti. Vildi gott ég megi spyrja það svoleiðis. Helgi Guðmundsson skrifaði bók þar sem hann var meðan að tala keltnesk áhrif. Þar sem hann útskýrði þetta sem ríkidæmi sem að byggði á Grænlandsverslun og þar sem þú varst að tala að Grænland og hefði byggst frá Breiðafirði. Að þá var ástæðan svo að auðurinn kom frá Grænlandi til Breiðafirðar og það var ástæðan fyrir því að menn skrifa allar þessar bækur. Já, það er ágætis kenning sko, en ég veit ekki hvort hún er réttar en aðrar. Svipað hjá Bergsteini. Rokstungsfræðin hafa nú orðið mönnum deilumál núna sko, að mann rífast það hver hafi stólið frá hverjum upplýsingum rostunga. Búið að blandast inn í Seðlabankin inn í það mál? Já, en það er alveg rétt að sko, en merkilegast með rostungunar hér var rostungastofn á Íslandi sko. Og Hilmar Malmkvist sá merki maður sem er yfirmaður náttúrugripasafnsins núna, að hann er mikill sérfræðingur í þessar rostungastofnum sem hér var sko. Það sem ég á við er nóg að hér komi sko keltnesk menning og keltneskur arfur. Þarf ekki eitthvað meira til þess að Íslendingar hafi ráði við þetta? Að eiga 300 kálfa í túni til þess að geta fláða og til þess að skrifa það? Jú, en sko ég gerir ráð fyrir því að þú ert með ríka bændur hérna sem að láta skrifa bækur, en það að menn láti skrifa bækur og það er svolítið, tel ég vera í ætt við það sem ég nefndi áðan að það eru trúarbrögð þarna, keltnesk kristni, sem raunverulega leggur mikla áherslu á bókagerð. Og til dæmis Kólunkilla sem er sko, megin dýrlingur þessari kirkju, að hann skrifaði hann þýddi 300 bækur og skrifaði marga sjálfur og hann heyr bardaga út af einum saltara. Hann bara heyr stríð
Þannig að bækur skipti gríðarlega miklu máli í þessari menningu, þessari keltnesk kristnu menningu sem var þarna á þessu svæði, þannig sem að göfugustu landnámsættin kemur, semst ætt Ketils Flatnefs, en hins vegar náttúrulega verðar en sko munkar og aðrir sko hefðu náttúrulega ekki mikla peninga, en þeir skrifuðu bækur og þeir tóku afrit af bókum og voru með bækur og það var þeirra sko mestu dýrgripir. Og síðan þessi mikla bókagerð sem hér hún kannski þar sem þú ert með, ég veit ekki hvað marga kálfa í eitt handrit, þá þarf það náttúrulega að vera mjög auðugur sko höfðingi til þess að gera slíka bækur, flatjaða bók og annað slíkt. Og með rostungana ég vil ekki blanda mér í þá deilu um áhrif Grænlandsverslunar á bókagerð, en það getur alveg verið rétt sko að hún komi þar mikið við sögu. Það bjóð ekki til inntaki í sögunum eða á menningu sem að það Nei, það held ég ekki sko. En Grænland tengist sko vissulega þessar miklu bókagerð og þú ert með eddukvæði sem kölluð eru grænlensk og þannig að þetta sameiginleg sko bókamenning sem virðist vera hér og hjá þeim sem fluttust til Grænlands. Enda voru það breiðfirðingar og borgfirðingar, Íslendingar. En þetta náttúrulega byggir mikið á kenningum en einhvað síður þá geta menn skoða þessa tungumálið. Menn geta skoða tungumálið og ef þú skoða til dæmis fjall eins og ok sem þýðir ekkert sko beinlínis að þá færðu merkingu leið og lítur í það geliska. Það þýðir snjór á gelisku. Ef þú lítur til Bolungarvíkur og skýringarnar á Bolungarvík, Bolvíkingar rifust það hvort að ætti að skrifa það með R eða ekki R sem skiptir engu máli. En Bolungarvík stærsta landmesta pláss á Vestfjörðum og kenningin sú sem í gildi núna að þar hafa rekið einhverja bolunga, stór drömba á sandinn í Bolungarvík, en þar hefur aldrei rekið spýtu, aldrei nokkuð tíman. Og hversin í ósköpun ætti að skýra þessa stóru merkilegu vík, verstöð og hvað það var, eftir einhver sem ekki þar. En eitt einkenni Bolungarvíkur Syðradalsvatn og Syðradalsvatni rennur ósinn sem Óslíð heitir eftir. Og Bolung þýðir stöðuvatn á gilsku. Þannig að ef þú lítur bara á tungumálið og á hérna keltnesku skýringar á einhverjum örnefnum sem eru torskýranleg út frá norrænu, þá færðu upplýsingar sem ekki hafa legið fyrir. Og það það sem ég sko hef reynt að gera og tel mig hafa fundið mikið, en það bara lítið brota af því sem að finna fyrir þá sem eru fræðimenn og málfræðingar með samanburði við önnur tungumál, þá kemur væntanlega í ljós að við erum miklu meira það miklu meira sem við höfum að þakka þessum keltnesku þjóðum fyrir okkar menningu í dag. Þegar ég hlustaði þá ert þú svona að lesa landið, lesa örnefnin og lesa svona landið með svona eitthvað svona náttúruskilning í þessu. Ég reikna með að þú sett umhverfisinni. Já, ég það. Og það nú það sem ég hef mestan áhuga á í hvað var það stjórnmál til dæmis, að ég hef mestan áhuga á umhverfisvernd og þá sérstaklega að viðhalda þessar einstöku náttúru sem við höfum hér á Íslandi, og mér finnst það stórskrítið að þú ert með stjórnvöld sem að liggja í 3-4 vikur yfir einhverjum samningum, og samningurinn fyrst og fremst að virkja meira bara hverja sprænu landsins vegna þess að það vanti svo mikla orku. Og Íslendingar eru sú þjóð sem framleiða mesta orku í heiminum á hvert mannsbarn. En við notum sjálf bara 5% af orkunni, og hitt fyrir allt í erlenda stóriðu, mjög mengandi stóriðu. Og svo við verðum að tala orkuskipti, við þurfum að
setja rafmagn Tvöfald orku framstuna. Já, rafmagn á bílana og græna orku. Öll orka sem framleitt á Íslandi er græn og hefur verið græn, alltaf. Þannig að þetta er bara... Það vilja bara ekki losna við að flytja inn ólíuna? Jú, en sem sagt, menn vilja eyðileggja, sem sagt, hugsanlega, náttúruna og mér finnst það svo grátlegt að þessu samhengi, þetta eru oft svona menn sem vilja græða peninga sem er í þessu, að það er aldrei neitt vermiði á náttúrunni og náttúrun á Íslandi er einstök í heiminum, algjörlega einstök og menn skul ekki skilja það ennþá og getur farið hérna í þrengslin og þar menn að moka burt heilu fjalli og öllum finnst það bara allt í lagi og í Seyðishólum menn að moka ennþá burtu þessu rauða gjalli sem er bara einstakt og bara það menn bara nota það bara í grunna og eitthvað drasl en að náttúrun skul ekki hafa vermiða, það er hneyksli að þeir menn sem að ætla sér að eyðileggja náttúruna raskenni þurfu ekki að það skuli kosta og og málið er það að... Finnst þér eitthvað skylt með þessu að kunni ekki að lesa söguna, kunni ekki að meta verðmæti náttúrunar? Er þetta svona samstofnað eitthvað? Ég veit ekki hvort það er hægt að tengja það við kelta en allavega... Nei, að svo er svona þess að betur lestur á sögun, það get ekki séð hana. Já, kunni ekki að meta hana. Já, menn sem sagt, menn kæra sig kolláta kannski fortíðina en að fortíð skal hyggja og í nútíð skal byggja og þetta og menn sem að vilja eyðileggja íslenska náttúru fórna henni beinlínis það er ákaflega sérkilegt vegna það er nú þegar komin vermið á hana þú er komin með atvinnugrein sem skilar milljörðum í þjóðarbúið miklu meira en allar aðrar atvinnugreinar landsins til samans þannig að það er stórkostlegt að menn ætla bara að til dæmis að tjalda hér Ísland með risavöxnum mannvirkjum sem eru til dæmis vindmyllur og menn réttlæta það með að segja, já, þetta er græn vistvæn orka þetta er bara eyðilegging á Íslandi ef þú reisir þessi möstur sem eru 3 sinnum hærri en Hallgrímskirkja og reisir þetta einhvers staðar í Borgarfirði þá eða í Breiðafirði það sem á Flatey einhvers staðar, þá verður Flatey lítil já, þá sérðu þetta alls staðar að og þá ertu búin að eyðileggja þessa náttúru sín sem að fólk kemur og borgar milljónir fyrir að sjá og upplifa hér og mér finnst það svo stórkostlega furðulegt að það skuli eiginlega engin stjórnmálaflokkur verja landið, engin það var verið að taka úr friðlýsingu héraðsvötn í Skagafirði og það var verið að leggja niður umhverfisráðuneytið og það er enginn sem að keypir sér upp þetta. Leggja niður umhverfisráðuneytið? Ég meina það er sett í einhverja skúffu í orkumálaráðuneytinu. Þetta er 2 pólar. Sami maðurinn á að verja landið og herja á það með orku framkvæmdur sko. Samin að dýragarðinn og sláturhúsið. Já, en ég sem sagt mér finnst þetta skipta gríðarlega miklu máli og það er í umræðinu eru notuð orð eins og vistvæn og græn. Þetta er vistvæn og græn. Vinstri grænn er líka notað. Hvað sér þau? Vinstri grænn er líka notað. Akkurat. Þetta er notað vistvæn og græn er notað þú getur rústað Íslandi á vistvænan og grænan hátt og ég óttast að það sé að gerast núna að orkumálin að það er að taka þau núna með trompi og nú geta útlendingar samkvæmt lögum held ég að sé að það eiga íslensku orkuna það er franskur olíuörringur sem er að planleggja fjöldan allan af svona svokallum vindmyllugörðum í Meðallandi og út allt og það eru 4 norsk sveitafélög sem eiga þetta sem að verða á að fara að tróða ofan í Breiðafjörð, ofan í Dalasýslu. Þannig ég er gáttaður á þessu og mér finnst að einhverjir stjórnmálumenn eiga að rísa upp til verndar landinu. Þeir eru ekki til staðar núna.
því miður. En Guðmundur Ólafsson var hérna á sínu tíma, sá mikli náttúrufræðingur já, og því miður, okkur vantar slíka menn til að berjast fyrir landið. Eitthvað sem að kannski hættir að horfa aftur og byrjar að horfa fram. Já, og getur verið gott skáld, það er gott, þá var hann góður. Herðu, Þorvaldur, við þakka kærlega fyrir að koma hérna við og ræða aðeins þetta ráðgátuna keltana á Íslandi. Og gefa okkur þessa ádröp í lokin umhverfismál. Já, takk sömuleiðis. Hlustaðu þakka ég fyrir að hafa stoppað hérna helgina og hlustaðu okkur tala saman. Rauðaborðið heldur áfram á mánudaginn. Ég veit ekki hvað verður á dagskrá þá en það verður eitthvað merkilegt. Og ég sé ekki bara góða helgi.